Það er ótt að segja að Reykjanesi sé í sviðsljósinu þessa dagana og þá er ágætt að nýta tækjafærið og koma boðskap á framfæri. Gosið í Eyjafjallajökli kom Íslandi heldur betur á heimskortið og athyglin hefur sannlega verið á Reykjanesinu síðustu vikurnar. Frá árinu 2018 hefur Reykjanes jarðvangur þróað talsmenn fyrir Reykjanes, það er veröld vættanna. Markmiðið er að koma upplýsingum og fróðleika á framfæri við yngstu kynslóðina. Vættirnir koma til með að auðvelda öll samskipti við börn og auka þannig náttúrulæsi, staðar vitund þeirra, þekkingu á umhverfismálum og hvetja til hreyfingar og útivistar. Í vikunni afhentu forráðamenn jarðvangsins eða Reykjanes UNESCO Global Geopark og Markastofu Reykjanes, börnum í 1. til 3. bekk grunnskóla á Suðurnesjum, bókina sem og litabók. Það var auðvitað við hæfi að hefja afhendinguna í Grindavík. Þá gáfu sömu aðilar nýlega út glæsilega bók Reykjanesi með ljósmyndum og texta menningu og sögu þess. Þið búin að vera hrædd í jarðskjálftanum? Nei. Ekki? Ekki hrædd í jarðskjálftanum? Nei. Nei, náttúrulega ekki. Pínur hræddur. En þú Gabriel, hvernig hefur þér liðið? Mjög hræddur. Ertu búin að vera mjög hræddur? Af hverju? Ég veit ekki. En manstu, þú sagðir að þú væri pínu hættur að vera hræddur. Já. Ég fór til læknis í gær. Já, gott hjá þér. En var ekki afiðin líka að segja þér eitthvað með húsin og svona? Jú. Já. Og þarft ekki að vera hræddur? Nei. Varstu að hjálpa til við að gera bókina? Já. Hvernig? Pabbi var líka svolítið að hjálpa. Hann kom með hugmyndina og sagði mér að búa til bókina. Ert þú búin að fara allt Reykjanes? Já. Og hvað er flottasti staðurinn? Mér stela brúa milli heimsálfa. Brúa milli heimsálfa? Já. Já, það er flotti staður. Er þetta svolítið flott bók? Já. Ertu með eldgos? Og þessi bók hérna er með alls konar myndum sem eru bara hérðan af Reykjanesi þessum þið heima. Og svo fylgir þessu líka litabók sem að þið getið kannski litað í skólanum eða það gefst tími til eða bara heima með pappa eða systkinum. Og þá eru það einmitt myndir af svæðinu hérna og persónum hérna í bókinni. Og það sem meira er að í bókinni er svona glæsileg kort eins og þetta hérna stóra, nema bara á Reykjanesi. Hérna eru þið með hérna í Vonum og hérna eru alls konar staðir sem skemmt að heimsækja og ég hvet ykkur til þess að fara heim til foreldra eða forráðamanna og segja við áttum að fara í ferðalag. Nei, þau mögum bara alveg skoða það. Við vorum að læra eldgos bara aftur þegar við komum, þannig að þetta er bara rosalega. Veistu svona mikið gos? Já. Hvernig, af hverju veistu svona mikið? Og því að mamma er alltaf að tala gos. Ja, mamma er alltaf að tala þetta? Já. Vá. Þetta er hjá manni sko. En ertu ekki hræddur þegar það er jarðskjálfti? Nei. Ekki? Nei. Hristist allt húsi og þú ert ekki hræddur? Nei. Einhvern veginn var ég upp í rúm að chilla. Fyrir Símon og mömmu. Og þá bara kom Arnfríði og bara okkur rúm að hristast. Og þetta er mjög gjörndi kort. Mjög ekki svo manni. Er þið ekkert búin að vera hrædd í jarðskjálftanum? Nei. Ekki? Nei, hvað er það hérna? Hvað er það að gera hérna? Þú búin að vera hræddur? Já. Ég er ekkert búin að vera hræddur. En það ekki? Þetta er bara skemmtilegt. Er ekki húsin ykkar, heimilin ykkar að hristast helling? Jú, bara. Og hvað gerir þið þá? Ég ger ekki neitt. Ég fer bara til rúmið mitt. Tilgangurinn er svolítið að fræða yngri kynslóðina fyrir náttúrunni hérna á svæðinu sem er náttúrulega stórmerkileg og kynna jarðvanginn í leiðinni og það er svona meginmarkmiðið og svo er svona fyrirhugað að þróa þetta verkefni enn frekar áfram bara til það við sjáum fyrir okkur að þetta getur verið leiðsögn hérna á svæðinu fyrir yngri kynslóðina og sitthvað fleira. Hvað fjalla bókin? Bókin fjallar svolítið það að kynna þessa landvætti Reykjanesins til leiks. Þeir eru það er bergrisinn góði sem fer fyrir jörðinni og svona jarðfræðinni í raun og veru
og svo það Brimir sem svolítið svona málsvari hafsins og fjörunar. Svo það Berglind sem sér svolítið svona lífríkið og jurtirnar og slíkt. Og svo það Reykjanes Skottan sem þráir ekkert heitar en að verða í raun og veru landvættur sjálf. Og bókin fjallar svolítið það að þeir eru svona, Bergrisn að vakna úr dvala, hann hvílir sér lengi. Og fer svo og hittir í raun og veru vini sína, þá Berglindi og Brimi og ferðast inn aðeins svæðið og eru svona að taka stöðuna bara á hvernig hlutinir eru akkurat í dag. Hvernig þið að dreifa bókinni? Við ætlum að byrja allavega á þessu útgáfu ári að gefa öllum börnum í 1., 2. og 3. bekk á Reykjanesi bókina og svo verður hún eflaust til sölu líka og en svo fylgir sér raun og veru litabók líka sem eru líka bara dreift bæði á veitingastaði og hóteljafnvel. Það bara svona kemur í framhaldinu. Þannig að þið eruð að fræða þá sem að vilja fræðast, bæði heimamenn og aðra? Já, má segja það. Og eins sjáum við líka bara tækifæri fyrir kennara að gera verkefni úr þessu talningum sem litabókina að þetta teiknin mögulegt eldgos eða hvað sem Þannig að það eru margir möguleikar í boði. Hefur jarðvangurinn, það eru bara örfá ár síðan að þessi stimpill mætti þið fengu hennar stimpil á svæðið. Hefur þið góða tilfinningu fyrir að þetta sé að bera árangur svona út á við? Já, ég myndi segja það. Þetta náttúrulega, eins og segir, ungt verkefni og það tekur svolítið tíma fyrir jarðvanga í raun og veru að svona komast í svona daglega vitneskju, ég geti sagt það hjá heimamönnum, en það náttúrulega bara margt annað í mörg önnur að lítast, en árangurinn felst náttúrulega því að við reynum náttúrulega að fræða heimamenn sérstaklega svæðið sitt og auka þannig í raun og veru bæði bara staðarvitund, náttúrulæsi og stolt af svæðinu og það sé svolítið mikilvægt að heimamenn átti sig mynd á því að þetta svæði náttúrulega bara stórbrotið, má segja það og við höldum náttúrulega bara ótrúið áfram og fengum náttúrulega í fyrra, hitti fyrra, 2019. Það var gerð úttekt á svæðinu sem gerð á 4. hvert ár og við fengum þá svokallað græna kortið sem svona besta mögulega útkoma fyrir jarðvanga að fá og það náttúrulega bara frábært að fá það í fyrstu úttekt. Þannig að við höldum áfram alla til næstu 4 ára og sjáum ekkert fram að það verði einhver breyting þar á Reykjanes, ný bók, það alltaf pláss fyrir nýja bækur? Já, það það og það var komin tíma á eina svona bók. Við vildum einhvern veginn fanga kjarnasvæðisins, gefa fólki, gefa íbúum og gefa gestum nýja innsýn inn í svæðið og hvað svæðið hefur upp á að bjóða. Ekki aðeins bara út frá landslaginu sem algjörlega einstakt, heldur líka ná að fylgja svona kjarna þess sem að jarðvangurinn gengur út á hérna á Reykjanesi að segja frá jarðsögunni en líka að segja frá samfélaginu sem býr við þetta landslag og söguna og menninguna sem hefur skapast og þróast í tengslum við það og í nágrenni við þessa jarðsögu og þessar hreyfingar sem hafa átt sér stað í þessari jarðskorpu. Það út að segja að Reykjanesi sé búið að vera virkilega í sviðsljósinu síðustu daga og vikur, þannig að þetta kemur á góðum tíma. Þetta náttúrulega svo sem, þið getið allan að vekja athygli á þessu núna? Jú, vissulega og við höfum verið aðeins að vekja athygli á þessari bók. Hún kom út núna rétt fyrir jól. Og maður langar til að segja að þetta sé allt partur af þessu birtingaplani hjá okkur að vekja athygli á svæðinu en við ráðum víst ekki við allt. En vissulega hefur þetta hjálpar þetta okkur við að koma þess á framfæri og vekja athygli á svæðinu. Við erum ofsalega gjörn á að horfa bara á okkar nánasta umhverfi og fyrir marga þá Reykjanesbrautin nánasta umhverfi. En leið og komin út af brautinni og komin inn á svæðið og farin að kynnast því að þá sérðu bara allt aðra mynd og þú sérð allt aðra mynd, það alveg sama hvernig veðrið að þú ert alltaf að uppgöta eitthvað nýtt. Það eru margir sem hafa reynt að segja okkur þetta og að reyna að minna okkur á þetta reglulega en það ekki fyrir þú ferð út sjálfur eða sjálf og skoðar þetta með þínum augum og uppgötar þetta sjálf að
að þú finnur þessa orku og þú finnur þessa mynd sem að í rauninni heillar þig. Hvað er í bókinni? Er þetta ljósmyndir frá svæðinu og textar? Já, þetta eru allt unnið af heimafólki, þessa myndir. Við fengum ljósmyndara úr Grindavík sem bjó í Grindavík og hann tók megnið af myndunum. Hönnuðurinn okkar, hann úr Reykjanesbæ og hefur unnið þetta með okkur frá upphafi. Síðan textasmíðin, hún unnin af starfsfólki Jarðvangsins og Atvinnuþróunarfélaginu sem að þau veitt okkur aðstoð við þetta. Og síðan þetta bara unnið af miklu stuðningi frá sveitarfélögunum og fyrirtækjum á svæðinu. Og bókin komin í dreifingu landið eitthvað? Já, hún komin í vefsölu og síðan búið að dreifa henni núna í allar verslanir Pennans hérna á Suðvesturhorninu. Þannig að það ættu allir að geta náð sér í eintak.